Af almennri umræðu ferðaþjónustuna hér á Íslandi í dag mætti gera ráð fyrir að landið væri orðið yfirfullt af ferðamönnum og orðið jafnvel uppselt. Að Ísland væri orðinn einn dýrasti áfangastaður í heiminum og að vegna ferðaþjónustuna væri krónan farin að styrkjast það mikið að hún væri farin að ryðja öðrum atvinnugreinum út úr hagkerfinu. Samhliða því haldið fram að ferðaþjónustan sé bjargvættur í íslensku efnahagslífi. Hún hefur skapað hér störf, hún hefur bætt fjárhagslega stöðu heimilana. Hún hefur styrkt krónuna og hjálpað til að afnema höftin fyrr en ella. Og hún hefur opnað hagkerfið fyrir erlendum áhrifum. Hvað er þessu rétt og hvað er þessu satt? Þetta meðal þess sem við ætlum að fjalla hér í dag. Við gerum ráð fyrir því að gjaldeyristekjur af ferðaþjónustunni verði 560 milljarðar á þessu ári. Þetta er mikill vöxtur í greininni frá því að uppsveiflan hófst, en þá voru gjaldeyristekjur af ferðaþjónustunni 160 milljarðar árið 2010. Þessi vöxtur, 400 milljarðar frá því uppsveiflan hófst, er ný auðlind fyrir okkur Íslendinga og er til jafns á við heildar gjaldeyristekjur af sjávarútvegi og áliðnaði á síðastliðnu ári. Umfang greinarinnar í gjaldeyrisöfnum þjóðarbúsins hefur vaxið verulega á þessu tímabili. Hún er áætluð í ár 45% og hefur ekki áður verið meiri. Til samanburðar var hún 19% þegar þessi uppsveifla hófst í greininni 2010. Með þessum hætti hefur verið skotið frekari stoðum undir gjaldeyrisöfnuna, aukið fjölbreytileikann og vonandi skila það sér þá í stöðugleika hagkerfisins þegar fram í sækir. Fábreytileiki í gjaldeyrisöflun okkar hefur verið uppruni sveiflna í íslensku efnahagslífi lengi, þannig að þetta var kærkomið, þessi aukni fjölbreytileiki. Hins vegar ákveðin mörk sem við viljum ekki fara yfir í þessu, þar sem umfang greinarinnar í gjaldeyrisöflun er orðið það mikið að áföll í henni hafi víðtæk áhrif á hagkerfið allt. Í því skiptir máli ekki bara hlutdeild greinarinnar í gjaldeyrisöfluninni sjálfri, heldur líka hversu fjölbreytileg hún er í eðli sínu. Og til þess að tryggja að þessi fjölbreytileiki haldi sér, að þá þurfum við að standa vörð samkeppnisstöðu og vaxtarmöguleika annarra greina hagkerfisins. En það er gjörbreytt mynd sem að blasir fyrir framan okkur í utanríkisviðskiptum þjóðarinnar vegna þessara nýfundnu auðlindar. Viðskiptajöfnuðurinn hefur aldrei verið meiri frá því að mælingar hófust á síðastliðnu ári og var 8% af landsframleiðslu eða 194 milljarðar. Ferðaþjónustan er hvoru tveggja gerandi og þolandi í þróun gengis krónunnar undanfarið. Krónan hefur verið að styrkjast mjög mikið og stendur nú viðlíka hátt og hún fór hæst í síðustu uppsveiflu. Sá samanburður áhugaverður í ljósi þeirra mynda sem Bjarnar nefndi hér áðan að nú er talsverður afgangur á utanríkisviðskiptum, meðal annars vegna þessar nýfunnu auðlindar. 8% af landsframleiðslu í fyrra var viðskiptaafgangurinn, en til samanburðar þegar krónan stóð þetta hátt síðast var umtalsverður halli á utanríkisviðskiptum. Þá, út frá þeirri stöðu, virtist augljóst að framundan væri gengislækkun krónunnar til leiðréttingar á þessu ójafnvægi. Nú virðist hins vegar hitt verið upp á teningnum. Allavega þegar maður rýnir í ytra jafnvægi þjóðarbúsins, að þá bendir það frekar til þess að svigrúm sér fyrir enn frekari styrkingu krónunnar á næstu misserum. En það er ekkert lát á komu ferðamanna til landsins þrátt fyrir styrkingu krónunnar. Við gerum ráð fyrir enn einu metarun í ár, bæði í komufjölda ferðamanna og vexti á milli ára. En við spáum því að verði 30% vöxtur frá fyrra ári sem aukning upp á 530.000 ferðamenn
frá árinu 2016, sem náttúrulega langt umfram íbúa landsins. Heildarfjöldi ferðamanna hér á landi í ár verður samkvæmt okkar spá 2,3 milljónir. Þetta stærsta ferðamanna ár sögunar hér á landi á þann mælikvarða. Við erum með fjölda farþega, 7-faldan fjölda íbúa í landinu. Og lætur nærri næsta sumar þegar maður tekur tillit til dvalarlengdar að hér verði 1 af hverjum 5 sem hér á landi næsta sumar erlendur ferðamaður. Þessi hlutföll eru öll mjög há í erlendu samanburði og bera þess merki að það talsvert álag á innviði greinarinnar sem þessi vöxtur og umfanginar að skapa og að hún leggi álögur á hagkerfið til aukningar á þeirri þenslu sem þegar búin að myndast hér. Hitt verður hins vegar að skoðast að þegar ferðamenn koma hingað þá helst að sækja landi heim til þess að skoða okkar náttúru. Og þegar við skoðum hvað við höfum úr að spila þar, það landrými sem við höfum og tökum einfaldlega fjölda ferðamanna niður á fjölda ferkílómetra hér á landi, þá það hlutfall lágt. Það hlutfall líka lágt sem af heildarfjölda ferðamanna í heiminum sem hingað koma, ekki nema 1 af hverjum 1000. Þannig að þessi hlutfall 2 benda til þess að það sé enn svigrúm til frekari vaxtar á þessu sviði, viljum við fara þangað. En styrking krónunnar gerir rekstrarumhverfi útflutningsfyrirtækja þar með talið ferðaþjónustuna erfiðari. Þetta birtist þannig í ferðaþjónustunni að ferðamenn eru kannski síður viljugir að koma til landsins og ef þeir koma þá dvelja þeir skemur eða að eyða meira í sínum ferðum hér land. Við sáum þetta svolítið í rekstri fyrirtækja á síðastlunu ári þegar að króna var að styrkjast hratt og stöðugt í gegnum árið. Að ef við tökum bara sem dæmi bílaleigufyrirtæki sem að þegar að ferðamaður pantar bílaleigubíl kannski áramótin og fær hann svo afhentan til afnota til að keyra á milli náttúruperlu landsins yfir sumartíman en svo fær bílaleigufyrirtækið borgað með haustinu og allan þennan tíma krónan að styrkjast og þá fyrirtækið að tapa framlegð frá því að seldi vöruna og fær hana greidda ef það ekki að notast við framvirka samninga eða aðra áhættustýringavarnar til þess að festa sína framlegð þegar að þjónustan og varan eru pöntuð. Það sem skiptir máli þegar metin eru gengisáhrif á ferðaþjónustuna og hagkerfið fjölbreytileiki í ferðamannastraumi hingað með tilliti til þjóðernis. Og við búum svo vel að það tiltölulega mikil dreifing í þessu, þannig að gengisþróun einstakra mynta, sem getur náttúrulega verið afskaplega ólík innbyrðis, svolítið jöfnuð upp þegar kemur af straumi ferðamanna. Og við sjáum þetta mjög vel þegar við skoðum til að mynda þróun á pundi, dollar og evru þessar mundir og hins vegar hvernig fjölgun ferðamanna að gera sig þessar mundir. Annað sem áhugavert að þegar fræðin í kringum þetta eru skoðuð, þá sýnir það sig að gengisþróun lítilla mynta hefur tilhneigingu til að skila sér inn minna og síðar í áhrifum á ferðamannastraum en gengisþróun stærri mynta. Og við erum hér á minnsta myntsvæði heims í ákveðnu skjóli fyrir þessum áhrifum sem að gengisstyrkingin að valda á ferðamannastraumin. Og ástæðan sú að almenningur erlendis minna upplýstur gengisþróun krónunnar eðlilega vegna smæðarinnar heldur en gengisþróun stærri mynta á borð við dollar, evru og pund. Annað sem að skiptir máli í þessu sambandi og rannsóknir sýna líka að sveiflukenndar myntir hafa fælingamátt á þessu sviði. Þar búum við ekki vel vegna þess að krónan hefur sveiflast mikið hér í gegnum tíðina og náttúrulega mjög mikið nýlega sem gerir það að verkum
að hinn endalegi kostnaður fyrir ferðamann sem hingað kemur í meiri óvissu vegna þess að sveiflurnar í krónu eru svona miklar. En í allir þessari gengisumræðu áhugavert að skoða ferðavenjur og eyðslu okkar mikilvægu gesti frá Bretlandi. En við munum að á síðastliðnu ári voru kosningar í Bretlandi úrsögn Breta úr Evrópusambandinu og við það veiktist gengi pundsins ofan á þá styrkingu sem var á íslensku krónunni. En þráttur þessa tvo þætti þá var vöxtur í komu ferðamanna til Íslands 31%. Og var það álíka vöxtur og var 2 árin þar á undan. En það þó þannig að það orðinn mælanlegur munur á því á dvalartíma Breta hér á landi og hversu mikið þeir eyða á ferðalögum sínum Ísland. Einnig sjáum við það í könnunum að það vöxtur því hversu margir Bretar finnst ferðin ekki vera peningana virði að koma til Íslands. Rannsóknir sýna að gengisáhrif skila sér inn með töf á fjölda ferðamanna, útgjöld þeirra, dvalarlengd og slíkt. Og ástæðan sú að ákvörðun komu til landsins tekin alltaf með 2 ára fyrirvara, þó að bókunin eigi sér stað einungis með nokkra mánaðar fyrirvara. Það tekur líka tíma, ekki síst fyrir lítið ríki eins og okkur með litla mynt að spyrjast út að viðkomandi land sé dýrt heima að sækja. Þannig áhugavert til að mynda að rýna í tölur fjölda ferðamenn núna í febrúar, það sem að sést að við merkjum minnsta vöxt í fjölda breskra ferðamann hingað til lands sem mælst hefur frá fyrri hluta árs 2011. Þarna kann að vera að skila sér inn tafin áhrif af niðursögum Brexit og áhrif á breska pundið og gengisþróun krónunnar inn á þetta ár. Annað sem að rannsóknir sýna að gengisþróun heimamyntar, þeirra myntar sem í því landi sem ferðamanninn kemur frá, hefur oft meiri áhrif á ferðavenjur ferðamanna þaðan heldur en gengisþróun þeirra mynta sem ferðast til. Og ástæðan sú að almenningur þar í landi betur upplýstur þá þróun og sú þróun endurspeglar betur efnahagsþróun umhverfi heimila þar í landi, hvernig til að mynda kaupmáttur launa og atvinnuleysi og annað slíkt að þróast þar í landi. Þannig sést það til að mynda mjög vel þessar mundir. Í ferðavenjum Íslendinga á síðasta ári voru fleiri Íslendingar sem fóru erlendis heldur en nokkuð tíman áður farið erlendis hér á landi, bæði fjölda og sem hlutfall heildar íbúum fjölda í landinu. Og þarna stór þáttur undir niðri gengisþróun krónunnar sem aukið kaupmátt okkar á erlendri grundu og gert það náttúrulega mun ódýrara fyrir okkur að ferðast erlendis. En Ísland dýr áfangastaður og það hefur ávallt verið í sögulegu samhengi verið dýrt að heimsækja Ísland. Og við gerum ráð fyrir að Ísland verið dýrt til framtíðar. Samkvæmt rannsóknum frá Eurostat þá Ísland einn dýrasti áfangastaður heima að sækja í Evrópu og við þurfum ekki annað en að skoða hérna fyrir aftan okkur súluritið sem sýnir okkur kostnað ferðamannsins við að kaupa verslun og þjónustu í Íslandi á móti samanburðarlöndum í Evrópu að það hátt í helmingi dýrara að versla hér og svo þjónusta sem að gestirnir þurfa að borga fyrir hér á Íslandi. En það þó þannig að það blessaða áfengið sem þá ennþá dýrara hér eða 130% hærra heldur en í samanburðarlöndum í Evrópu og það kannski útskýrir það okkur finnst svo gaman að fara til útlanda okkur Íslendingunum. Það áhugavert í þessu sambandi að skoða
þær þjóðir sem eru efst á þessum lista með okkur. Þær þjóðir sem dýrast heim að sækja. Þetta eru þær þjóðir sem bjóða sínum þegnum hvað best efnahagsleg lífsskilyrði. Og neðst á þessum lista, þau lönd sem ódýrast heim að sækja og eru með mestu samkeppnishæfnina á því sviði, eru þau lönd þar sem efnahagsleg skilyrði eru hvað verst. Það sem að heimilin búa við hvað lægstu lífskjör efnahagslega. Það sem hún getur keypt gæti í heilan dag fyrir fáeinar evrur. Við viljum ekki vera í þeim hópi. Við viljum skapa hér góð efnahagsleg skilyrði og fyrir okkur ef við ætlum að byggja upp þjóðfélag með ferðaþjónustuna að leiðarljósi, að þá þurfum við að gera það þannig að það fylgir svolítið, hún dýr þá. En við þurfum að passa það að því fylgir þá eftir gæði þjónustu þannig að ferðamaðurinn fari héðan sáttur. Annað sem áhugavert að þessi könnun Eurostat sem hér að vitna til byggir á tölum frá 2015 og nú hefur gengi krónunnar styrkst umtalsvert síðan og Ísland orðið dýrara heim að sækja sjálfsögðu á þann mælikvarða. En þegar í spurningakönnun sem lögð var fyrir almenning erlendis, sú fullyrðing var borin upp að það ekki dýrt að dvelja sem ferðamaður á þessum áfangastað, að þá svöruðu 54% játandi varðandi Ísland. Ekki afgerandi munur á Íslandi og mörgum af þeim löndum sem eru helst að keppa við á þessu sviði. En það sem áhugaverðast í þessu að í svipaðri könnun á árinu 2015 var það sama hlutfall sem svöruðu þessu játandi. Sem rennur svolítið stoðum til það sem við erum að segja hér í dag, að smæð myntarinnar að veita okkur ákveðið skjól fyrir þessum gengisáhrifum og almenningur erlendis sé ekkert sérstaklega upplýstur þá þróun sem hefur verið í gengi krónunnar undanfarin misseri. En ferðaþjónustan ein mikilvægasta atvinnugrein hagkerfisins. Í henni starfa 13% þeirra sem starfa hér á landi eða 24.000 á síðastliðnu ári. En við þurfum þó ekki að fara langt hérna út í bara miðbæinn hérna í Reykjavík til að sjá það að öll sú flóra veitingastaða sem að spretta upp og verslun og þjónustu í kringum eftirspurnina í ferðaþjónustunni eða byggingakranana sem að reisa næstu hótel til að taka á móti aukningu ferðamanna, að störfin sem eru beint tengd inn í eftirspurnina frá ferðaþjónustunni eru hærra hlutfall heldur en þessi 13%. Einn af kostum greinarinnar sá að hún vinnuaflsfrek og það var sérstaklega mikill kostur að þegar hún kemur inn í íslenskt efnahagslíf af krafti hér með vexti 2010 að þá var mikill slaki á innlendum vinnumarkaði. Atvinnuleysi var hátt og greinin nýttist mjög vel við að ná þessu atvinnuleysi hratt niður. Og þannig það að hún hefur skapað hér beint 42% allra starfa sem myndast hafa í hagkerfinu á tímabili frá 2010 til 2016. Og óbeint ef við tökum með það sem Björn Ólafur nefndi, þær greinar sem að vaxa á grundvelli vaxtari ferðaþjónustu til hliðar, að þá hlutfall þetta og yfir 50%. Þetta sýnir hversu mikið bjargvættur greinin hefur verið með tilliti til atvinnusköpunar hér á landi og í leiðinni hvað hún hefur átt stóran þátt í að skapa þann hagvöxt sem hérna hefur verið á undanförnum árum. En það ánægjulegt að sjá það að framleiðni í ferðaþjónustunni hefur verið að aukast og ein vísbending til þess að skoða það að sjá hversu margir ferðamenn koma á hvert starfandi í greininni.
Þessi tala var, eða þetta hlutfall, það voru 74 ferðamenn á hvern starfandi á síðastliðnu ári og hafði þá hlutfallið tvöfaldast frá upphafi uppsveiflunnar. Við spáum því að framleiðni í greininni muni halda áfram á þessu ári og þetta hlutfall verði 83. En þetta einmitt það sem við erum að sjá í rekstri félagana, að þau eru að leita sér að stærðarhagkvæmni. Þau eru að leita að því að sameinast til þess að nýta þá fjárfestingu í mannauð og í vélum og tækjum og byggingum eða með yfirtöku á öðrum fyrirtækjum til þess að ná út meiri framlegð heldur en hefur verið og við spáum því að næstu misserin muni þetta halda áfram að gerast í ferðaþjónustunni. Við reiknum með því að í heild fjölgi störfum í ferðaþjónustunni 3.500 á milli árunum 2016 og 2017. Þetta 1,8% fjölgun heildar starfa í hagkerfinu sem verulegur vöxtur sérstaklega í ljósi þess að atvinnuleysi hér á síðasta árinu var 3% og atvinnuþátttaka 84% og innlent vinnuafl þannig nánast fullnýtt. Og alveg ljóst að stóran hluta af þessari vinnuaflstörf greinarinnar þarf að sækja út fyrir landsteinana eða hátt nær helmingur af þessum 3.500 okkar mati. Þetta gerir það að verkum að hlutdeild erlends vinnuafls í greininni sem fyrir hátt hækkar enn frekar og verður í ár þriðjungur til samanburðar það 10% í hagkerfinu öllu. Þarna njótum við mjög vel þess að hafa aðgang að innri markaði EES-svæðisins sem að gefur okkur að sjálfsögðu mikinn fjölda af erlendu vinnuafli sem hingað tilbúið að koma, ekki síst í ljósi þess að hér erum að bjóða tiltölulega góð efnahagsleg skilyrði, há laun á erlendan mælikvarða. En íbúðaverð hátt hér á Íslandi í dag í sögulegu samhengi. Íbúðaverð eru hækkað 16% á síðastliðnum 12 mánuðum og hefur hækkunartakturinn verið að aukast síðastliðna mánuði. Á þessu tímabili að verðbólga búin að vera lág og því stendur raunverð fasteigna hátt í sögulegu samhengi og höfum ekki séð það hærra frá því síðustu uppsveiflu frá árinu 2006. Það áhugavert að skoða ástæðurnar fyrir því af hverju verðið stendur svona hátt og af hverju það hefur verið að hækka svona mikið undanfarið. Stóri þátturinn í því bætt fjárhagslega staða heimilana, kaupmáttur ráðstöfunartekna og kaupmáttur launa sem eru vaxa hratt undanfarið. Vegna þess að laun hafa verið að hækka hratt, það hefur verið skapað fjöldi starfa og vegna þess að verðbólgan hefur haldist tiltölulega lág. Hluti af þessari þróun vöxtur ferðaþjónustunnar sem aftur hefur skapað hér störf, verið þáttur í því að styrkja krónuna og halda verðbólgunni lágri undanfarið og hefur hjálpað til við að hækka laun hér almennt. Þannig að þáttur greinarinn í hækkun íbúðaverðs þar mikil. Við sjáum aðeins skilja á milli núna. Annars vegar raunverðshækkunar á íbúðaverði og hins vegar kaupmáttarþróunar launa. Og stóri þátturinn þar á okkar mati skortur á nýju íbúðarhúsnæði. Á sama tíma þörfin fyrir nýtt íbúðarhúsnæði hefur farið vaxandi. Við reiknum út á síðasta ári hafi þörfin verið í kringum 3.100 íbúðir sem þannig samsett að nándanlegri helmingur að því að koma til vegna þess að vera að flytja inn erlent vinnuafl. Sýnir hvað það stór þáttur í þessari þróun. Þriðjungur deilihagkerfið. Einhverjir myndu hafa haldið að það væri mun stærri hluti í ljósi umræðunar, en sá hluti minni heldur en við sjáum hlut innflutnings- og vinnuafli þessar myndir sem áhugavert. Restin hinn náttúrulega fjölgun fætturum fram dána. En framboð af nýju íbúðarhúsnæði hefur verið 1000 íbúðir á ári, síðastliðnu ár, sem rétt þriðjungur af þörf. Og alveg ljóst hvað gerist, þetta að þrýsta verði upp
og aðstæður á þessum marka á þessu ári eru áfram með sama hætti. En hver ferðamaður sem kemur til landsins er að eyða í kringum 202.000 krónum á sínu ferðalagi hér. Stærstu eða veigamestu þættirnir í kostnaðarliði ferðamannsins eru flugið og gistingin. Þeir vega tæpan helming af útgjöldum ferðamannsins og því er áhugavert að rýna þessi í tölurnar á bak við það og við sjáum hvernig þær hafa verið að þróast. Flugið hefur verið að lækka á undanförnum misserum með lækkandi olíuverði, aukinni samkeppni frá erlendu flugfélögum sem er að hefja áætlunarflug til Íslands og einnig komu lággjaldaflugfélaga til landsins. Síðan hefur aftur á móti hefur gistikostnaðurinn verið að hækka á undanförnum misserum með aukinni nýtingu á hótelherbyggjum og með hækkandi verðum í kjölfarið. En á móti vegur samt sem áður deilihagkerfið sem hefur vaxið með aukinni nýtingu hótelherbyggjana. En þar er önnur gisting sem í lægri í verðum og hefur haldið aðeins í við þá hækkun sem þjónustan hefði aðeins verið annars verið að fara í. Að öðrum þáttum þá hefur afþreying og menning verið að aukast hvað mest svona hlutfallslega og er það að gera að afþreyinga möguleikum ferðamanna hefur verið að aukast með norðurljósaferðum og hvalskoðunum og fleiri öðrum valmöguleikum og hefur það bitnað örlítið á verslun og þjónustu sem hefur farið lækkandi í eyðslu ferðamanna síðastliðin misseri. Staða ferðaþjónustan hér er mjög sérstök að því leyti að hingað koma 90% allra erlendra farþega með flugi. Þetta hlutfall er 54% í innríkjunum að meðaltali og þar eðli máls samkvæmt eru fleiri að koma yfir landari með annars konar ferðamáta með lestum og bifreiðum til að mynda heldur en hér. Við erum eyríki þannig að það er ekki mögulegt. Þetta gerir það að verkum að sú þróun sem við höfum séð undanfarið í verði á flugfargjöldum hefur nýst okkur alveg sérstaklega vel sem ferðamanna þjóð. Verðið hefur verið að lækka vegna þess að samkeppni á þessu sviði hefur aukist, vegna þess að hér er meira þá lággjaldaflugfélög sem er að bætast við í flugi hingað til lands. Við erum að sjá reglugerðarbreytingar og síðan líka það að olíuverð hefur að vera að koma niður. Og þessu til viðbótar hafa tækniframfarir verið að þrýsta verðinu niður. Þetta er í eðli sínu sjálfstæð uppspretta þeirra aukningar í fjölda ferðamanna sem hingað að koma og í leiðinni sjálfstæð uppspretta er fjölgun Íslendinga sem hafa verið að ferðast erlendis og voru fleiri aftur á síðasta ári heldur en nokkuð tíman áður hafa verið hér á landi. Við gerum ráð fyrir því að það verði 28 flugfélög sem að verða með áætlunarflug til Íslands á þessu ári. Þetta er náttúrulega töluverð aukning frá árinu 2010 þegar þau voru eingöngu 10 flugfélögin. En mjög mikilvægur áhættudreifingarþáttur fyrir ferðaþjónustuna því að þá erum við að fá farþega frá mismunandi löndum í mismunandi gjaldmiðlum. Þrátt fyrir aukningu í flugframboði erlendu flugfélagana á síðastliðnum árum sem hefur tvöfaldast, þá er samt sem áður þannig myndina að 8 hverjum 10 farþegum sem er að koma til landsins er að koma í gegnum íslensku flugfélögin 2, Icelandair og WOW. Og ef maður skoðar vöxtinn á síðastliðnu ári sem var töluverður í flugframboði, þá var sama mynd sem birtist manni, 80% af honum koma frá íslensku félögunum. En svona í áhættudreifingar, ef maður skoðar áhættudreifinguna og þann þátt ferðaþjónustunar, þá er jákvætt að sjá það að erlendu flugfélögin er að auka flugframboð sitt á þessu ári og gerum við ráð fyrir að íslensku félögin muni vega 75% af heildarflugframboði til landsins. Heildarflugframboðið hefur tvöfaldast hingað til lands á síðustu 4 árum. Það er aukið framboð af beinu flugi
frá fleiri borgum og fleiri löndum heims heldur en við áður séð hér á landi. Þetta sjálfstæð uppspretta þeirra aukningar í fjölda ferðamanna hingað og gerir það að verkum að menn eru miklu meiri tilbúnir að koma hingað. Þeir þurfi ekki að fara í tengiflug, þeir geta tekið flugið beint. Þarna njótum við að vissu leyti og stórum hluta legu landsins sem tengihöfn á milli Evrópu og Bandaríkjanna. Og ég veit að þeir Ísafjarðarmenn munu fara yfir það hér og eftir að þetta tækifæri til frekari vaxtar á þessu sviði á næstu misserum. Það sigur í sjálfu sér að okkur hefur auðnast að taka á móti öllum þessum fjölda ferðamanna og mæta öllum þessum vexti á þetta skömmum tíma og skaffa þeim gistiaðstöðu. Og þetta höfum við gert með því að nýta betur fjárfestingar sem við vorum búin að fara út í á þessu sviði. Nýtingarhlutföll á hótelum hafa verið að hækka til að mynda. Við höfum farið út í auknar fjárfestingar á þessu sviði og við höfum farið út í annars konar gistináttarframboð heldur en áður voru úti með deilihagkerfinu. Og þar höfum við opnað heimili okkar fyrir þessum straum erlendra ferðamanna hingað til lands. En nýting á hótelherbyggjum hér á höfuðborgarsvæðinu á þessu ári eða á síðastliðnu ári var í hæstu hæðum í sögulegu samhengi og í alþjóðlegum samanburði. Nýtingin var 84% sem var það hæsta á Norðurlöndunum og hafði hún vaxið þá töluvert á undanförnum árum. En þá erum við að tala meðalnýtingu yfir árið, en yfir sumartímann þá nýtingin komin yfir 90% og þá hægt að fara að tala að hótelherbyggi sé orðin uppselt á höfuðborgarsvæðinu. Með aukinni nýtingu og vöxtin á nýtingun undanförnum árum hafa verðin komið í kjölfarið. Þau hafa farið hækkandi á undanförnum árum og meðalverð á hótelherbyggi á höfuðborgarsvæðinu var það hæsta á Norðurlöndunum á síðastliðnu ári og var 18.000 á herbergi. Þetta hlutfall ef par lýsir í rauninni margfeldinu af þessu tvennu, nýtingarhlutfalli og verði, og sýnir hversu vel okkur gengur að nýta hótelherbyggi með gefið verð. Þetta hlutfall eðlilega hefur verið að hækka talsvert vegna þess að verð á hótelherbyggjum hefur verið að hækka og nýtingarhlutfallin hafa verið að koma upp. Og í samanburði á milli höfuðborga Norðurlandanna að þá stöndum við mjög vel hvað þetta varðar. Það hins vegar meiri árstíðasveifla hér og það lægra hlutfall en þetta sem við sjáum víða út á landi sem að gefur okkur ákveðið svigrúm til þess að bæta okkur á þessu sviði. Í þessu sambandi mjög áhugavert að skoða hvað í pípunum varðandi ný hótelherbyggi á næstunni á höfuðborgarsvæðinu. Sjáum við fyrir okkur að það verður 465 ný hótelherbyggi sem detta inn á markaðinn á þessu ári. Hinum megin erum við með þessa spá fjölgun ferðamanna á þessu ári 530.000 sem að skapa þörf fyrir ný hótelherbyggi sem nemur 1.400. Þá sjáum við að það ekki nema þriðjungur af þeirri þörf sem að koma inn á markaðinn í ár. Þetta segir okkur það að við erum þá að upplifa enn annað ár þar sem að stór hluti af þessari gistináttarþörf ferðamanna sem hingað koma þarf að mæta með annars konar hætti og þá sérstaklega með vexti deilihagkerfisins en til viðbótar mun þetta þrýsta nýtingarhlutföllunum upp á hótelinu og þetta mun þrýsta verðinu upp. En við erum búin að fara yfir það hér að framan að nýtingarhlutföll eru orðin há í alþjóðlegum samanburði og verðin þau hæstu á Norðurlöndunum. Þetta hefur skapað grundvöll fyrir deilihagkerfið til að vaxa og Airbnb-markaðurinn þar veigamestur undir. Sá markaður hefur verið að tvöfalda sig á undanförnum árum en hefur reynst okkur
mikilvægur sveiflujafnar í ferðaþjónustunni því annars hefðu þeir hreinlega ekki getað tekið á móti öllum þeim ferðamönnum sem vildu koma til landsins og gista á sómasamlegan hátt. Við sjáum samt sem áður að á þessu ári að þá verður framboð gistirýmis á þessum markaði álíka mikið og framboð gistirýmis á öllum hótelum höfuðborgarsvæðisins. En nýtingin á Airbnb-markaðnum var 55% á síðastlinu ári og því talsvert svigrúm til vaxta á höfuðborgarsvæðinu til að taka á móti ferðamönnum. Heildarveltan í Airbnb í Reykjavík var 6,8 milljarðar í fyrra, sem umtalsvert. Til samanburðar var heildarveltan í hótelum á höfuðborgarsvæðinu öllu 19,6 milljarðar á sama tíma. Aukningin í veltunni á milli ára var líka talsvert mikil, einfaldlega vegna þess að íbúðunum fjölgaði svo mikið, nýtingarhlutfall hækkaði og verðið hækkaði. Og þannig var það á síðastliðnu ári að meðalverð á gistirými Airbnb í Reykjavík var 16.000 krónur. Þetta talsvert lægra heldur en það sem Bjarnólfur nefndi hér áðan, að vera meðalverð á herbergi í hótelum og sýnir það að þarna að bjóðast ódýrari kostur fyrir ferðamannin sem að hjálpa honum að halda niður í heildarkostnaði ferðir hingað til lands til mótsvæðis við gengishækkun krónunnar og hækkun á verðlagi þessara þjónustuþátta sem hann að kaupa hér á landi. Bílaleigumarkaðurinn mjög mikilvægur markaður innan ferðaþjónustunnar og hefur hann reynst góður hann mjög sveigjanlegur. Hann bæði fljótur að aðlaga sig við aukin eftirspurn eða minnkandi eftirspurn. Við sjáum það að hann mjög fjárfestingafrekur og á síðastlinu ári voru fjárfest 30 milljarðar beint inn í bílaflotan hjá bílaleigunum. Og þá fyrir utan það öll sú fjárfesting sem bílaleigurnar hafa þurft að fara í kringum stækkun á fasteignir til þess að hýsa allan þennan flota eða auka við fjárfesting í innviðum og auka við þjónustustigið með allri þessi aukningu ferðamanna sem að koma til landsins. Þessi geiri veltan í honum hefur að aukast nokkuð á undanförnum með aukningu ferðamanna til landsins og við spáum því að velta á honum verði 60 milljarðar á þessu ári. Hafið stærsta ferðamanna ár sögunar hér á landi. Það sem umfang greinarinnar, ekki bara í gjaldeyrissköpun, á vinnumarkaði og í hagkerfinu öllu, það stærsta sem við höfum séð. Heldur það einnig það stærsta hvað var það bara umfang hennar í samfélagi okkar. Þetta umfang allt og þessi miklu vöxtur reynir á þanþol hagkerfisins. En Íslandi ekki uppselt með tillit til samgangna, með tillit til gistirýmis eða þeirra auðlinda sem úr að spila á þessu sviði. Við dýrt land heima að sækja, en ef við ætlum að skapa hér góð lífsskilyrði og byggja það í leiðinni á ferðaþjónustu á stórum hluta, þá þurfum við að vera dýr. En við þurfum að passa að þeim verði að fylgi gæði þannig að ferðamanninn fari héðan sáttur og að við séum að byggja það að sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda á þessu sviði sem á öðrum. Takk fyrir. Takk.